Kía-deildina. Við erum núna hálfnuð með svona riðlakeppnin okkar þar sem við erum að fara að sjá hverjir að fara að komast áfram. Það er topp 8 liðin. Ég heiti Ásgeir og með mér hún Mist. Hvað segir gott? Já, ég segi bara allt í fína. Jesús. Það eru 2 skemmtilega leikir í dag. Núna strax klukkan 19 Jötun á móti Whisky. Við erum núna búin að sjá Jötun og Whisky keppa. Þannig að þetta eru mestmegnis sömu spilarar. Það smá öðruvísi hérna hjá Jötun en ég fer við það aðeins hérna. Svo klukkan 8 ATT á móti Taekwondo-ri. Já, og það eru lið sem við erum ekki múin að sjá og þetta þá seinustu liðin sem við erum ekki múin að sjá. Svo þetta að fara að vera bara sömu liðin í næstu 2 vikum af riðlunum. Og það verður skemmtilegt að sjá núna hvernig þetta alltaf að fara að vera svolítið svona bara að spila fyrir sig. Já, nákvæmlega. En einmitt, Jötun á móti Whisky. Já. Bæði, spennandi lið. Whisky búin að standa sig mjög vel núna í þessari keppni svo far. Og sömuleiðis Jötun, hvað eru stigin? Stigin eru sko að Whisky, þeir eru ekki búin að tapa leik. Nei, mitt. Þeir eru, ég held að það 6-0 þá og Jötun bara búin að tapa 1 leik, þá það á móti What About Me sem eins og held ég í 8. sæti. Og já, þá þetta eru svona sterku liði núna á toppnum og erum kannski að fara að sjá smá breytingar efst uppi núna á skalanum. Já. Og fyrir áhorfendur þá þetta nálgast þetta á LOLpedia. Þar eru keppnis, allir leikir bara dokumentaðir og það þetta að sjá stöðuna.
Já. Verum því miður ekki með grafík. En, Nei, en það er mynd það er hægt að sjá bara kliðin, allir spilarar og bara mjög skemmtilega sett upp, þannig ég mæli með því að kíkja á Já. það ef þið eru forvitin. En já, þú farið yfir liðin þá. já, förum bara yfir hérna keppendur kvöldsins, byrjum bara á hérna Jötun, við erum með toplane Baddi, jungle Pulla Jonni, mid Sæþór, eins og við erum búin að sjá áður, botlane er enda smá breyting, við erum með Get Me Out núna í staðin fyrir hérna Kirkjugarður og svo support Desilítri. Já, og þetta eru spilarar sem við erum búin að sjá og þeir áttu allir mjög góðan leik seinast þegar við vorum að skoða Jötun og er þetta að fara að vera svolítið það sama eða eru þeir að fara að reyna kannski að velja eitthvað aðrar hetjur heldur en þeir gerðu seinast? Ég nefnilega er ekki viss. Sko Get Me Out spilar svona alveg ágætlega svipaða karakter og Kirkjugarður, þannig ég held að botlane verður ekkert eitthvað rosalega öðruvísi. Og ég held að Jötun sé svolítið mikið bara að fara að reyna að counterpicka whisky eins mikið og af því ég held þeir fatta, þú veist, með við hvernig whisky búið að ganga og hvernig þeir eru búin að spila, þá er whisky svona meira favored Já. í þessum leik. Þótt ég held við fáum að sjá rosalega góðan leik, þetta eru ágætlega, mér finnst þetta að vera ágætlega svipuð lið. Þannig, já, þetta verður örugglega bara einhvers konar counterpick. Já, nú förum aftur yfir whisky line-upið kannski næst. Whisky line-upið er alveg eins og við sáum núna bara í síðustu viku. Við erum með Baunadós inn í toplane, Catmaniac í jungle, midlane Sigyn version 2, botlane Mjauki og support Necrophagist. Já, og áttu whisky líka alveg aðeinslega leik og er þetta að fara að vera bara held ég heldur að fara að vera jafnleikur á svona aðeins hærra stíi, kannski er þetta að fara að vera kannski minni hasar ef eitthvað, kannski meira svona, já, er þetta að fara að vera hægara heldur en svona leiki sem við erum búin að vera að sjá? Ég nefnilega er ekki viss, sko, whisky er með rosalega gott early game. Það er svolítið þekkt fyrir að dominata snemma, geta samt strögglað í mid-gameinu, ná síðan stíga tilbaka í late game. Jötun, leikinn sem við sáum á stream þannig fyrir nokkru viku síðan, ég man ekki hvort það var fyrsta eða annars streamið. Það var fyrsta, já, ég held að það var fyrsta nefnilega. Jötun spilaði bara complete dive comp. Já, mikið rétt. Manst eftir, það var, þannig ég svona, mér finnst eins og Jötun sé kannski með eitthvað pælingar út frá svona team formation svolítið eins og þú veist að hafa bara mestmægnis dive comp eða mestmægnis scaling eða skilur mig, þannig ég svona ég veit það ekki alveg, ég á svolítið erfitt með því að segja það, ég held ég verð að sjá svona fyrstu 2-3 pickin hjá whisky og Jötun til þess að svona ákveða svolítið hvernig leikurinn geti farið. Já, ég held að þegar við erum komin með smá svona innsýn inn í þá hetjuvalið, þá er þetta að fara að vera aðeins svona ljósara. Eins og þá er þetta mjög mikið af spilum sem geta spila mjög svona öðruvísi lið og geta valið mjög svona diverse bara. Og ég er svona ágætlega spenntur að sjá hvort að whisky næri að halda sér á toppnum. Því að þetta er einu liðið sem er ekki búinn að missa leik og þeir geta núna eftir kvöldið þá geta það verið 8-0 sem er að fara að vera mjög sterkt. Það byrjar allt á að við erum að fara að vera, það byrjar allt á þessum leik. Sjáum hvernig það verður. Já, nákvæmlega. Ég er að skoða hverjir eru í liðinu og ég get sagt að toplane og jungle, þetta er svona relatively even matchup. Það er ekkert rosalega mikið skill disparity. Ég myndi samt segja að Baunadós og Catmaniac eru aðeins betri toplane og jungle en Baddi og Pulla Jonni. En ef við horfum á midlane, við erum með Sigyn version 2 og Sæþór. Sigyn version 2 er harri rankaður player en Sæþór spilar aðalega eitthvað eins og Nivea, Galio, Twisted Fate, eitthvað svona utility. Það gæti verið svolítið leiðilegt fyrir Sigyn version 2. Já, að því hann spilar svona, hann er mjög mikið að fara í eitthvað eins og Assassins, getur reyndar spilað, eitthvað eins og svona Control Mages, eins og Orianna, einu mikli Ari.
þannig ég veit þetta gæti verið mögulega smá stalemate hérna á millinu þar sem Sigyn gæti pika Galio Já. og bara sætt sig við eitthvað annað stalemate pick hérna á millinu en ég held að millin verður ekkert spennandi. Nei. Botlane sko ég held að Polyoní mun permaganga botlane að því Batti mjög oft á þú veist, svolítið svona tanky karakterum, þú veist, eins og þú veist, bara svona karaktera sem þú ert kannski ekkert endilega að ganga mikið. Nei. Þannig ég held að þetta gæti verið svolítið botlane heavy og ég meina við sáum því leiknum hjá Jötun, þetta var mjög botlane focused. Hjá Whiskey þetta skiptist svolítið á, þau reyna að hafa botlane focus en stundum, þú veist, ef þetta svolítið bara, þetta ákveðið út frá hvernig leikunum gengur, þetta ekki oft ákveðið fyrirfram. Nei. En já, þannig ég held að botlane gæti verið svolítið skemmtilegt að horfa á. Já, kannski eru að fara að vera með augun á því allavega en svona með til dæmis hugsum út í eins og hvað með hann Baunadós, hvað hann að fara kannski að reyna að spila hérna inn í þá þessa skriðdreka í topp akreininni? Sko ég veit það ekki alveg, það ég hef séð inn á milli eitthvað eins og Cho'Gath hjá Baunadós, hann spilar rosa mikið Rumble, þannig ég ávona Rumble-bann hérna hjá Jötun, þannig enginn að spila á móti Rumble. Sérstaklega ef þetta einhver sem kunnur á hetjunni, þá það mjög erfitt að vera bara til. Hann að fara eða bara lappa upp að þér og íta á eitthvað að taka og svo mistur allt lífið þitt. Maður þekkir þetta vel. Nákvæmlega. Ég raunni já, ég get ekki sagt það, ég sé Bessa hjá Baunadós en svo sömuleiðis hjá Battarsi, þú veist, Kled, Mord, Camille, hann alveg með svona meira aggressive picks í staðan fyrir bara eitthvað klassist eins og Sion eða Ornn eða eitthvað svoleiðis. Þannig Baunadós líka spila eitthvað Jace, ég reyndar býst ekki við að sjá Jace hérna. Nei. Ef ég ætti bara að giska. Já. Það allavega eitthvað sem þið geta farið inn í ef vantar þetta AD. Eru þeir eitthvað að spila þá svona AP eða galdra í botnakreininni? Hjá Jötun? Hjá Whiskey? Hjá Whiskey? Já. Nei. Þetta er bara, sko, Miyauki spilar aðalega bara ADCs. Já, og þá... Hann er ekkert mikið að spila APCs. Nei. Hann alltaf fundrað með, þú veist, 1 og 1 eitthvað eins og Siggs og eitthvað en þetta ekkert, ég held að þetta sé ekki pick sem hann nógu comfortable á til þess að picka strax. Necrophagist, hún aðalega að spila svona Engage og Enchanters. Ég sé eiginlega aldrei svona AP support nema kannski Zyra. En mér finnst Zyra AP support eitt og sér ekki vera nóg ofta því hún nær svo að minnst að segja mínum að mér finnst það ekki vera nóg mikið AP fyrir alliðið. En núna ættum við loks að hoppa inn í hetjuval og eru að sjá hérna strax eins og þú sagðir Rumble-bann. Já. Ég held við fáum að sjá eitthvað eins og J4-bann hérna hjá Whiskey. Já, hann kemur það. Mögulega mér langar að segja eitthvað leiðalegt eins og Anivia. Ég held að enginn að spila Anivia. Braum áhugavert. Hugsunin hvort að þeir eru að fara að reyna að taka eitthvað eins Ornn hjá Jötun eða eitthvað þannig sem Braum getur svolítið bara, tekið öllið hans í burtu. Banna Kiana hérna frá Sigyn. Já, var það ekki eitthvað? Whiskey. Sko, mér langar að sjá Maokai-bann hérna frá Whiskey af því Deciliter spilar Maokai. Já, þeir eru að bara pæli að þeir vilja ekki vera á móti Orionnu út af einhverjum stöðum. Þó að það einhver svona, þetta hetja sem getur snúið við leiknum en ég veit ekki svona að taka hana út svona snemma. Já, það einhver pæling þannig á bakvið sem ég ekki að sjá strax en Jötun ætlar bara strax peka Yunara. Já. Bold choice hérna. Ég held að Whiskey pekar líka eitthvað eins og ADC hérna á móti eða Jungle snemma. Það fer eftir hvort þau séu með eitthvað priority pickina. Mér finnst líklegt að hann pikki eitthvað eins og seri hérna strax. Mér finnst seri vera góð með Yunara. Bara svar svona strax. Já,
En það hugsunum hvort að þá gæti Lulu. Jötun eitthvað Er pikka það ekki bara Lulu seri? Við kannski býða með það til að komið þessu port í Jötun. Það gæti svona bara verið þægilegir og tekið þetta út nema að vilja taka einhvern göngul núna. En það samt svo mikið hægt á að banna bara eins og þú veist, ég myndi segja að seri Twitch eða Kog'Maw sé pikkið hana. Já. Og mér finnst, já, þú veist, minn seri vera besta pikkið hana. Almennt séð að því ég myndi ekki vilja pikka jungle gæðsina því Catmania kemur svo mikið impact á leikinn að það fínt að blind pikka jungle. Já, en kannski ekki fyrir hann þá. Við erum búin eins og ADC-in minnst óþarfi að vera eitthvað. Já. Og seri Lulu, sama hvaða support þú pikkar, það rosalega erfitt að spila á móti þetta leik. Já, þetta óþólandi að vera bara Lulu. Að vera á móti Lulu, það ekki gaman. Nei. Og Hafnir Galio. Galio mid! Nice, ok. Við erum að fara að sjá eitthvað rosalega leðilegt pikkana á Whisky á midlininu. Já, erum við eitthvað utility, ég veit ekki hvað. TF eða eitthvað. Að Nivea, varstu ekki að tala eitthvað svona skemmtilega íta og takka til að íta? Ég annarkvort að hugsa eitthvað sem gæti matchað rómið hjá Galio með ulti sitt. Já. Ok, þeir fara bara í basically alveg eins koppa þau fóru í. Það vantar bara Shen. Já, ég hugsa mér að það væri kannski ekkert að banna það. Það þarf eiginlega að vera Shen-banninu frá Whisky, annars Nemur með eitthvað svar við í topplinn. Það náttúrulega hægt að taka eitthvað sem tekur bara turna mjög léttilega. Syndra-pikkið. Já. Ég fíla það, Syndra fekk buff. Já, hvað var? Ég veit það ekki. Ok. Ég bara sá hún fekk buff. Sem Syndra fyrir mér hefur alltaf verið bara mjög fín. Þannig, Relban. Rell reyndar fínt bann inn í Lulu seri og inn í þetta bara svona extreme dive. Já. Þau voru líka með Rell pick minni mig í kompinu uppáflega. Þannig þetta fara að vera bara Rell Shen bann. Það gæti verið að vilja svona taka því burtu. Því að það var líka annar, ekki satt, það var einhver, hvort það var ég held að þið pikkuðu Kæsa seinast til að komast enn með inn í liði. Ég man ekki alveg hvað þið pikkuðu. Voru ekki fjórir? Voru ekki fjórir hjá Jötun? Það var Junara pikkana hjá Jötun. Já, var það Junara seinast? Já, það var Junara. Já, ok. Mér minnir, mér finnst þetta áherslu á Get Me Out spila Junara. Mér fannst eins og ég hafi ekki sem mikið Junara eina. Viego áhugavert bann. Ég myndi persónulega ekki banna Viego-ina. Þeir vantar eitthvað eins og svona heavy tank. Þeir vantar miklu betra engage. Já. Þannig hvort sem það þú veist, Mbessa opin hérna hjá Whisky. Klettbannið áhugavert. Ég held að ég fara að pikka Shen hjá Jötun. Já. Ég held að Syndra finnst mér vera fín samt á móti þessu heavy dive. So far, að því hún með sitt. Já, náttúrulega. Sem getur nokkað í burtu og stannað. Það hlýtur að vera pælingin, sko. Það kannski af hverju Jötun líka bannaði Braum. Braum mjög góður að svona disengage svona risa dive. Já, Necrophages líka spilar ágætlega mikið Braum á minnst þessi tímabili. Hvað var ekki? Það Kindred maker sense ef þeir fara í full dive comp. Já, já. Catmania spilar eitthvað Kindred og þeir eru svolítið að nýta sér jungle pickið sín sem stundum hjá Whisky sem svona meira counter. Það hugsun hvort það Hvað kláran að pikka? Ég sá hann spila Mundo eitthvað, ég veit ekki hvort að það væri gott pikk hérna. Þetta býða? Never mind! Kannski Ég er búin að spila svolítið mikið Mundo nýlega og ég var eitthvað, ég að fara að sjá Mundo frá Catmania hérna? Það væri gott Er þetta eitthvað crazy pick? Ef þeir eru að fara í Shen hérna og þau hugsaði, já, þeir hljóta að pikka Shen, hljóta að pikka Shen. Þá Mundo að vera svolítið leiðilegur þegar hann að koma og berja turnana. En hvað væri svona top pickið hjá Baunadós? Sko, ég að hugsa að þeir fara að kommitti í Shen, en ég veit ekki hvað það var, já. Eina hugsunin, sko. Hvort já, þeir eru bara eftir núna support, já. Það núna þægilegt. Mér finnst það óþarf að fara í eitthvað engage supportina, persónulega. Ég myndi fara í eitthvað svona meira svona láta gera verkum að Junara lifa hans lengur, að því ef þú ímyndir þú ert með eitthvað heavy enchanter
með Junara og svo ertu með full dive comp. Ok, Þetta er Galio. support. Líklega, já, það ekki. Ok, það breytir smá. Já, þeir eru þá með þetta engage núna og eru komið, já. Erum við að fara að sjá besta toppleinina eða Gnar? Já, pæli. Ég veit ekki hvort við fáum að svo tjókað, menn svo ólíklegt. Já, er þetta Mundo Jungle? Þetta er Mundo Jungle. Ég mista blaðsvið þar. Þetta er Eða annarkvort. Sko, ég hef séð Cat Maniac spila ágætlega mikið Mundo Jungle, þannig ég var ekki hissa ef þetta væri Mundo Jungle. Já. Það getur samt verið að þetta hafi verið flexpick. Sko, Wukong er ekki búin að spila mikið topp núna. Nei, menn sem vera meira... Hann er svolítið í frumskóginum og ég er þá að hugsa að þetta Mundo í junglið, bara svona svar við Shen. Heldur þetta gæti mögulega verið að Nivea support? Gæti verið, þannig Nivea support. Það gæti verið, Lulu er ekki góð á móti Nivea support. Nei, trúið Hún straglar svo mikið í lane á móti allt poke. Ef þú vilt fá númer 1 counter á móti Lulu, að því það segja allir, og Lulu er svo OP, það er ekkert sem counter á Lulu. Veldu bara eitthvað poke. Já. Hún á svo erfitt í lane með poke. Hún er með eitt skjöld. Skjöld á eitthvað 10 sekundar fresti. Það er ekki nóg, ekki gott. Á mennska að segja, mennska ekki skemmtilegt að spila á móti. Hún er góð með þetta öllu öðru. Já. Sko, þeir eru með basically sama teamcomp hérna hjá Jötun og við sáum fyrir nokkur vikum síðan. Já. En Nivea pickið er öðru í sig. Ég er að gera ráð fyrir þetta séu Nivea mid, þar sem Sæþór spilar mjög mikið að Nivea og þá er það bara Decilitri á Galio. Decilitri var líka smá wildcard þegar ég var að skoða matchhistory hans. Já. Hann er með að Elise support. Ok, hann er að spila svolítið. Ég væri til í að sjá það í dag, sko. Og hérna, Maokai finnst mér vera #1 counter á móti Whiskey, Tango Foxtrot. Er ykkur ástæða bak við það? Ég veit það ekki, þau eru bara með 0% win rate á móti Maokai. Kannski með því að segja þetta, þá Whiskey að minna bara Maokai bara. Nei, en hérna, já, þetta er bara mjög svipa teamcomp og svo á móti erum við með ágætlega gott svona anti-dive comp. Við erum með Lulu, Syndra, Wukong. Já, allt getur verið notað svona til að stoppa allavega ef fólk koppar inn. Wukong er þarna. Já, mér finnst alveg smá bold að pikka full dive comp. Já. Líka við þegar þú sér Lulu sem first pick. Já. Mér finnst það að vera smá bold af því ef maður hugsa hvað er svona eiginlega besti anti-dive supportin besides eitthvað eins og þú veist Braum eða hérna Janna. Já. Það er Lulu. Já, hugsun er hvort að Nocturne næra þá spellshilda polymorfið eða eitthvað svona þegar þetta gerist en já, þetta er svolítið svona 50-50 hvort þetta er að fara já, ég held allavega eins og er að Whiskey er með alveg æðislegt svar við þessu dive kompi hjá Jötun. Já, ég sammála. Þetta er svona meiri segja Ég fíla Wukong pickið. Já, mjög svona fínt að bara henda honum Mundo í topp og Wukong inn í Nocturne eitthvað sem þú þekkir við þetta matchup hérna í djónum. Nei, mér finnst Wukong vera bara svo broken. Almennt, við erum búin að sjá Wukong ágætlega oft núna í þessu móti og mér finnst hann dominata bara svo oft. Já, þægilegur sko, hann getur bara hoppað inn og Holtið hans er svo leiðilegt. Passið við lætur hann lifa alveg mjög lengi af og þetta er bara þægileg hetja bara í raun sko. Já. En já, það hefur bara sjást, hvernig er svona byrjunleiks að fara? Er þetta að fara að vera svolítið hægt? Já, ég held það. Sko, mid lane Siggin er bara að fara að póka Galio, líklega Galio, bara með Q. Galio á svolítið erust með að ég gera eitthvað mun að byggja Magic Resist strax og þá mun Siggin ekki geta gert neitt damage á bótunum. Þannig það er bara aftur komin í eitthvað stalemate. Svo ég heldur sem ekki fara að sjá mikið veit svona almennt séð. Nei, ég hugsa að þetta er að fara að vera kannski svona já, Jötun byrja kannski að gera eitthvað þegar þeir ná level 6 og kannski byrja þeir svolítið að reyna að rúlla einhverju. Og þá eru 4 botlane. Já. Og greið, já, Seri, Lulu. Ég veit ekki hversu. Góður kostur, ekki, mér langar að nefna það með Nivea. En Nivea
perma-pushar eftir level 6. Já. Sindra á svolítið erfitt með því að matcha þessi, þú veist, forman botlane, að því venjulega í svona, þú veist, kompi þar sem það væri eitthvað að koma botlane allt í einu. Já. Það væri oftast midlanerinn sem myndi responda og típja. Já. Siggin væri að tapa svo ekkert eðlilega mikið við að típja, þú veist, í svona bestu scenario fyrir henni, að því hún myndi bara permapusha í turretið, fá fullt af turretplating, þú veist, hann myndi missa rosa mikið farm og það er ekki víst að hann myndi fá eitthvað mikið úr að counterganga. Þannig það er svona ákveðin hætta sem þarf að pæla í, að myndi sko að segja hjá Sindru. Sko, en það er pælingin hvort það er já, Galio eða Nivea mitt. Við erum eiginlega ekki alveg viss. Nei, mér langar að sjá Nivea mitt, menn það er eiginlega betra en að bara ég mitt út af þessu. Já. Þú veist, Sindra er bara svolítið föst midlane nema með því að sacrifice rosalega mikið og þá verður Siggin á hvað fight hann vill taka og hvað ekki. Já, ég hugsa líka, ég held að það er fínt svona Nocturne og Galio, þeir geta unnið mjög vel saman í þessum rómum, þá getur hann bara farið úr lane eða vilja vera einhvers staðar annars staðar heldur en í botnagrinni, þá geta þeir léttilega kannski farið og náð möðkunum og svona og Galio held ég getur alveg follow up frekar vel með Nocturne svolítið. Já. Hvort að það væri jafnvel einhver svona invade seinna meir þegar Galio kom með öltið sitt í bara þá frumskoðin hjá Whiskey en það er pæling hvernig þessi leikur er að fara að þróast. Einmitt. Svo við fyndið þessi bönn, kledd og sko ég skil Rel-bannið. Já. Rel er fín á móti seri. Þótt mér finnst samt seri geta kætana mjög oft. Já. Kledd-bannið makar sense og því þú veist Baddi er búinn að spila rosalega mikið kledd. Kannski eitthvað sem en ég samt með Shenni var svo obvious. Já, Shenni var svo obvious hérna. Þeir hljóta að vilja að þeir pikkuðu Shenni Já. og þess vegna tókuður bara Mundo. Eða þau vissi ekki af því. Eða það, já. Horfið á streaming, guys. Já. Að því ég meina ef þú hefðir hort á hana leik þá er það mjög obvious hvað þeir eru að gera. Já. Og þá er Shen pikkið bara augljóst. Þannig Whiskey hefur ekki hort á leikinn. Nei, kannski ekki. Við sjáum hvernig toppagrinnin fer, hvort þetta er eitthvað sem, já, ég ætla bara svona að hugsa að ef Whiskey vinnur toppagrin þá horfðu þeir á leikinn, ef ekki þá... Já, ég held að skipti saman, ég held að Jötu séu ekkert að pæla í því. Ég held að ég séu bara, ok, við viljum fá Yunara fed og við ætlum að pikka Shen og Shen bara, ef við segjum, hei, Shen, komdu botlane, þá kemur hann bara. Já. Það ég legt líka... En ég vil eitthvað wasted. Mér er alveg sama. Ég held að þetta sé smá svoleiðis. Já, hann getur verið með 5 CS á mínútu og bara, já, skiptir engu máli held ég. Já. Það er hugsunin svolítið. En það er, já, ég hugsa að þetta er að fara að vera svolítið, Yunara er að fara að vera aðalleikmaðurinn hérna hjá Jötun til að gera allan damage. Já. Ég er svona mjög sátt með seripekki, menn seri verður góð á Yunara. Þótt að Yunara getur svona matchað seri hans betur en mörg önnur ADCs. Já. Þá finnst mér seri bara oft miklu betri almennt. Ég er að hugsa hvort að Yunara var eitthvað nörfuð núna nýlega, kannski seinasta patchi. Hún var nörfuð í seinasta patchi, minni mig, en hún var hotfix buffed. Ok. Að þetta bara það sterk nörf. Mér minnir það. En ég held að hún á að setja í svolítið bara svona hún er bara í allt í lagi stöðu right now. Já, I think so. Don't quote me on that. Við sjáum allavega en þeir hljóta að vera eitthvað að spila Yunara síðan, vonandi. Já, ég sá ekkert mikið Yunara hjá Get Me Out. Þannig ég er svona... Já, kannski eitthvað í Scrims, eitthvað svona sem við erum ekki með aðgang að. Nei, true. Kannski er hann bara mjög svona, já... Jötun vildi þetta og voru ekki með Kierkegaard og sagðu bara, jæja, getur ekki spilað þetta? Bara, jú. En... Það er líka kannski bara fínt first pick að við veitum að Whiskey hefur spilað ágætlega mikið Yunara og er með mjög gott win rate sem Yunara. Hann er svolítið mikið að pikka þessi svona heavy attack speed, bara svona, þú veist, eins og Twitch, Kog'Maw, seri og inn á mikli eitthvað eins og Kai'Sa.
þannig að ef karakter eins og Yunara kemur þá þetta bara it's made for him, segir maður. Já, ég held það. En, jú, það nú hugsunin, svona, ef við tökum þetta aðeins seinna inn í leikinn, hvort liðið heldur að fara að vera svolítið með Whisky, allan daginn. þeir svona Ég held að Whisky vinnur leit allan daginn. Þeir eru með svo lítið damage hérna hjá midlininu. Þarf hverju að segja, mér langar að sjá Nivea mid, ef Nivea ekki mid, þá finnst mér þetta að vera smá insta-loss. Já, allan. Ef ég á að vera smá leiðileg, að því þeir eru með svo lítið damage, að setja, þeir eru með Yunara sem solo damage. Nocturne Yu-Yu, hann gerir eitthvað smá. En svona overall team damage, við erum með hjá Whisky, við erum með Seri, Syndra, Wukong. Það kombo er nóg til þess að drepa allt lið. Já. Syndra late game er líka bara eitthvað skrimsli. Já. Hvað hún gerir mikið. Þannig Syndra ætti allan daginn að taka yfir late game. Já. Þannig fer náttúrulega eftir hversu vel það gengur að fara á móti Galio. Nei, já, fara á móti Nivea. Hugsunin er líka Shen, ég finnst hann svolítið detta niður þegar leikurinn líður af. Hann er mjög góður út af últinu, sko, en svona aðalega mid so early. Sko. Það er alveg, hann er sterkur þar, hann gerir mjög mikinn skaða, en svo seinna meir þá, já, það fer svolítið eftir, sko. En já, svo það er eitthvað sem í öllum þarf að passa sig á. Þeir þurfa að byrja að reyna að ná svona kills í svona early til mid game ef þeir ætla að reyna að vinna leikinn yfir höfuð. Og Whisky gæti bara tekið í rólega í raun. Við erum allavega með svona, já, Dr. Mundo, ég held hann er ennþá bara að byggja Warbox í fyrsta item eftir að taka einhver 3-4 Giants belt. Og hann er ekkert að fara að vera að berjast neitt í byrjun. Nei. Þetta er að fara að vera mjög leiðileg topp-akrein, myndi ég segja. Ef þetta er Mundo top. Ef þetta er Mundo top, við vitum það ekki alveg. Nei. En alltaf þessi Wukong kom svolítið óvart. Ég hugsa hann fer í jungle, en Wukong hefur verið lengi í topp-akreininni, sko. Nákvæmlega. Og, já, ég veit ekki. Það gæti verið að sé bara eitthvað flexpick að því eins og ég sagði, þá var Cat Minic mjög mikið að spila Dr. Mundo. Það var mjög áhugavert, ég vissi alveg hvaða karakterar spila allir. Já. En já, Mundoið var áhugavert edition. Já, en núna ætlum við að hoppa inn í leikinn og erum að fara að sjá Þetta er Mundo top. Þetta er Mundo top. Þetta er Mundo top og Nivea mid. God bless. Já. Og þetta er electrocute á Nivea. Ég sé komment oft, en kannski er þetta að fara að vera minnst að electrocute alveg fínt. Ef hún nærið kombónu á áttaðan eftir að gera eitthvað skrítið. Sigyn sér það samt. Já, sér get me out allavega. En Cat Mania, ég kann ekki alveg viss hvort hann sér þetta. Þá er samt að Nivea Q-ið. Já, við sjáum hérna 2 ward vera sett niður. Og erum við bara með, já, smá bara svona, já, tónta þá. Já. Bæði liðin náðu að setja 1 word sikur megin, mjög gott respons hérna hjá Seri að setja einn word líka hjá Raptors. Þá eru við, já, eftir þetta er ég að giska að við erum bara að fara að hafa mjög þægilega leik. Já, ég held að það er svona fyrstu 5 mínúturnar verði bara svolítið bara farma og 1-1 trade. Já, við erum hérna með... Ég þekki ekki Mundo Shen matchupið nógu vel, menn sé ekki sjá þetta matchup oft. Sko, Shen ætti að vera að vinna mjög harkalega svona í byrjun ef Mundo er eitthvað að reyna að berjast við hann. Það væri ekki mjög smart. Mundo er nefnilega ekki mjög sterkur svona fyrstu levelni í raun, sko. Já, það ekki. Og það fyrir bara eftir hvort hann hittir einhverjum kúum, en Baddi ætti að reyna að eitthvað að vera hoppa á hann og skiptast á höggum við hann. Já. Svo er mynd midlane, ég held að þetta verði Syndra svo góði að púka early, ég mynd nær bara Q og Q damage er líka svo svakalegt. Sæþór næstu í tekið niður hérna í helmingina lífinsinu. Desilitri. Það er að reyna að
leita ykkur þarna. Sæþór hérna er bara komin niður í svo lítið líf. Er að bíða hérna með að nota health potinn til að nota þetta missing health. Nákvæmlega. Ég minn Syndrapeki vera gott hérna, bara almennt séð. Já, Þannig ég hérna, já, ég held að Nivipeki hafi verið bara til þess að þetta er bara comfort-peki á Sæþór og líka bara ná hérna flott dodge þannig á Sæþór. Ná bara perma-pusha. já. Þarna kemur hann að kút, hann hefur kommentið líka eftir Já. og þetta er svo Úff. mikill pot skaði hérna. En við erum bara að sjá mjög rólegan leik þannig séð. Hérna sjáum við Bönidós vera búin að missa svolítið mikið af lífinu sinu eins og svona ég myndi búast við svona í blá byrjuninni. Einmitt, junglerinn eru að patha í sikkur áttina. Púlejóni er að patha top lane, hérna í átt að hérna Shen meðan Katmeni er að patha bot lane, en við sjáum eins og þegar Já. skottul eru spána, þau eru bæði push, þannig eru bæði með præjó, þannig þetta er bara fritt skottul fyrir hérna Katmeni og Púlejóni í sikkur með við mappið. Sæþór þarf að passa, hann er að fara að missa passívið sitt bráðlega ef hann nær ekki að nær sidesteppina þarna. Cool. Í þokkabótinn. Katmaniak er hérna Smá skæði hérna. orðin hættilega lár en Katmaniak ætti samt að passa sig, hann er með passívið sitt. Við erum að sjá hérna top gang. Veit á honum, ég held ekki. Jó, Er hann eitthvað- kanslar. Er eitthvað að bíða Já, hann er eða svolítið mikið tíma. Katmeni ekki komið með. og hann kemur að, en þetta er ekki að vera nóg kannski. Já, þetta er first blood, svo mikill skaði. Vá. Þeir spiluðu þetta mjög vel hérna að tæma fýrið og Shen tontið. Náðu að síðan að taka hann niður hérna. Já, mjög snögglega líka. Ég held fyrst að þetta var smá risk fyrir Nocturne af því hefði hann ekki fengið þetta assist eða kill þá var þetta svolítið ekkert sérstakt. En hérna Já, er þetta er smá Polmar. fjörinu í botlininu. Mjáki hérna að reyna að gera ykkur skaðina. Decider og Get Me Out orðins frekar lágir. Necrophages hérna að reyna að gera skaða á móti. Get Me Out orðin mjög lár á mana. Almennt sé bara mjög flott treytinni hjá bæði Whisky og Jötun. Já, báður eru frekar lágir og þarna er drekin. Þetta er að fara að vera tæknir, sýnist mér. Hextech drekin. Tæknidreikinn. Teknikki drekin mættur svæðið. Hérna Get Me Out orðin hættulega lár. Það er samt engin eitthvað. Þetta í dæfið, kannski. Nei, ég held að botlininu á Whisky taki bara fritt back. Engin ástæða. Mögulega, já. Já, engin ástæða að leifa eitthvað snowball hérna óvart. Nú þarf Siggi hérna að bakka. Ég er samt með teleport. Sæði þú búinn að nota sitt. Ég er mjög með líka, já. Mundu komið 3 Rubik-kristall. Ég finn þetta. Já. Þetta er alltaf... Mér finnst alltaf svo fyndið að sjá þetta. Já, koma svo nokkur belti og hann er flottur. Nákvæmlega. Núna eru svona, já, hugsaliðin eru kannski að fara aðeins reyna að komast á hann dreka hérna. Þá hann að eitthvað að setja upp. Ég held að Katmeni byrjaði bara. Púlejóni er top lane, þannig það er ekki eins og þau getur gert mikið í því nema að byrja að fara núna. Já, Disildri. Veit á honum, ég held að sé byrja að patta að vera með præjóina á millininu. Já, Siggi, tekingarskinn. Það er smá poti hérna. Necrophages komin til að hjálpa Katmeni en þeir eru nú tveir mættir hérna, Sæþór og Púlejóni mættir og Disildri er komin til að sandwicha. Katmaniak eru orðin svolítið lág, það er að doublega hérna út og þetta er kannski að vera gefið núna handa Hulla Jóni Jötun er að berjast við drekan hérna. Þeir eru búin að taka bara yfir drekapitinu. Katmaniak ætlar að reyna að hoppa inn en gerir það ekki og Hulla Jóni. Disildri þarf að flasha en Sæþór hoppar yfir, Hulla Jóni á batterinu núna fastur inn í drekapitinu. Hvað er að fara að gerast? Hulla Jóni tekið niður í dokkabót hérna. Whisky þá tapar ekki alveg öllu hérna. nei, hann bara alveg fastur. Var reyndar aftur á móti með flash en var stannaður og tók svolítið mikið skada hana. Voru svolítið hérna grítið myndi ég segja að vera hérna að reyna bara að bakka í pitinu. Það var smá risk, reynda það samt. Katmeni Katmaniak. mittir.
Já, þeir ætla ekki að fara í þetta samt. Nei. Ó, það að Nifja ekki farið. Já. Það gerist mjög hratt. Já. Siggindur sem nota alltaf sitt reyndar í síðasta fætti, sýndist mér, þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta gerðist. Já, þetta er bara svo mikið skaði hérna frá honum Sigga, sjá þetta, hann er aftur búinn að missa helmingin af lífinu sínu. Kom eitt lost chapter og það er bara full build. Þarft ekki meira en það fyrir Sindru. Sæþór líka búið með allt mannaði sitt. Er að vera laður í einelti hérna í miðju agreininni. Það er líka svolítið bara svona perma push hérna í botnagrein. Anda viski. Já, ætti ná eitt plate hérna. Pulla Jónni reyndar bara rétt við hliðina og þau eru með ward í træbúsinu þannig það ætti ekki verið neinn mikið að hætta. Nocturne notaði últið sitt hérna í seinasta bardaga svo hann getur ekki komið hjálpað. Ég held að hann sé að prioritize bara farma og svo bara ganga alltaf þegar hann er með ult uppi. Síðan eru belti komin á Shen og Dr. Mundo og það er bardagi beltana hérna í offlane. Þannig eru þeir flottir. En þetta er frekar hægur leikur eins og er 8 mínútur, það er bara 2 kill hérna í leiknum. Bara að vera að potast hérna inn á milli. Já, báðir junglerinnir eru með 1 kill. Já. Þannig. Annars ekki mikið í gangi. Við sjáum samt alveg rísa svona farmmun hérna í miðjunni og í botnagrein. Já. Byrjar að myndast allavega hana. Sést alveg vel af hverju Sæþór að vera potaður allt of mikið. En það sem Sæþór fær allavega á endanum er þetta perma push hérna. Ekki alveg strax samt. Nei, ég held að hún vanti meira mana components. Já, en hérna sjáum við Pulla Jónni byrjar á möðkunum og mér sýnist hann bara að fara að komast upp með þetta frekar þægilega. Hvað meina ég ekki einmitt hérna bara í botlinum að taka gromp, þannig það er ekkert að fara að kontesta það. Nei, næst í dreki eftir 2 mínútur svo þetta er bara frítt hérna handa í jötun. Þá verður það komin 2 objectives hérna strax með hérna hextag drega og hérna 3 wood grubs. Það er bara frekar góð byrjun hérna fyrir jötun. Þannig mun hjálpa þeim svolítið að já, svona íta þessu smá advantage sem þeir eru með aðeins áfram. En já, þetta er hið skemmtilega topp bakgrunn hérna. Áður hérna jú, þeir ráðast á skósveinuna. Já. Og eru báðir með sama farm. Þeir eru bræður hérna. Þeir eru nákvæmlega sama farm líka. Það hlýtur að vera viljandi. Það hlýtur að vera. Já, Sæþór nær rétt svo að ekki vera hittur af Q-eðunni hérna hjá Sigga. Er eitthvað að berjast hérna við hann? Kann með ekki mættur samt í myndinni, ég held að kemur samt ekkert mikið út úr þessu. Necrophage er líka mætt. Þeir eru með Pulla Jónni hérna að berjast við hænunar. Tekur eftir því að Siggin keypti Magic Resist boots. Já, þægilegt bara að reyna að komast úr þá þessi kúi hjá Nifju. Já, líka með ágætlega mikið CC, þetta er bara fínt. Þau eru með CC á bara Galio's, Nifja, Nocturne og Shen. Þetta er mjög heavy CC lið og reyndar alveg smá slow hérna hjá Junara. Já. Þannig að meikar alveg sens. Baunadós. Ætlar að reyna að gera eitthvað. Ég veit ekki hvort það verður mikið úr þessu. Nei. Þetta var flott. Þeir eru ennþá með saman farm. Enda með nákvæmlega sama farm. Ég held ég aldrei séð toppleinin sem er með nákvæmlega sama farm. Nei. Þetta er fallegt. Já. 96, 95. Þetta er svona brotherly. Já, mjög. Hugsa þetta verður bara skemmtilegt að horfa á þetta hérna. Já. Við erum ennþá bara með 2 kill hérna eins og svona ég spáði fyrir þetta myndi vera svolítið hægur leikur kannski. Ég held að þetta verður svolítið ég held að við fáum að sjá mesta fyrir bara þegar objectives eru uppi. Já. En svo dregin er núna á spannu, þetta er Ocean dregin. Já, hún Særún nákvæmlega. Já, hún er mætt á svæðið og er mjög kraftmikill dregi og eru bæði liðin byrjuð svolítið að hreyfa sig í áttina að Særúnum. Stannin kemur inn hérna. Og hann kemur þarf að hendi í flasti. Pulla Jónni hendir sér undir turnin líka.
Gott að tæmtina, það eru 3 samt hérna til þess að mætast þeim í rifurinu. Já, Þannig kemur inn hjá Sæþór. Siggi hérna líka reynir kannski að ná einhverju. En nei, en bardaginn held ég er ekki búinn samt þar sem bæði liðin eru svolítið að þyrpast í kringum drekan. Þarna er Særún, byrjar að vera tekin. Pulla Jóni ætlar bara að hoppa inn og er að vera tekin inn. Hann tekur drekan! Særún, dettir í hendur á jötum, þeir halda áfram hérna. Katmaniak blassar hérna til að taka niður Desilitra og Get Me Out. Það er kannski að virka en Batti er á leiðinni, rétt svo kemst ekki og Get Me Out gæti verið tekið niður, nei. Sæþór að reyna að gera eitthvað en að aukalega Katmaniak rétt svo kemst fram hjá veggnum. Og Pulla Jóni nær hérna drekan þrátt fyrir að 2 detta niður í kjölfarið, þá eru bara on his last breath næra smæta og tekur drekan. Jesús. Sjáum við það smá mun núna samt í toppleinunni, hann er komið 3 belti. Siggi. Ja. Við slóðum í gegn. Standi hittir ekki. Þessi mörg tretts hérna hjá Sigga eru að gera sig, sko. Gott attempt, næ, samt ekkert lengra. Við erum að sjá Blackfire Torch hérna vera byggt hérna hjá Sigga. Já! Ég er svolítið mikið að lífi hérna hjá Jötun. Ja, það er reyndar Leandri frekar. Ég hef ekki séð þetta á Sindru. Þetta er first item. En við erum að sjá að var það í topp Akrein og Baunadós og Batti skiptast á höggum. Þetta er ekki búið samt. Batti hoppar inn aftur og eru þeir búin að missa helmingina lífinu. En það er alltaf sumt. Við erum að sjá samt Baunadós kom með Warmogs. Dakan er líka komin í áttina á botlininu. Rísa gullmunur hérna í miðju Akrein og botn Akreininni handa Viski. Jæja, Baunadós er kannski í hættu hérna, er með últið, þarf að nota. Það er líka Pulla Jóni, er með últið, er að fara að nota, gæti að vera tekið niður hérna, rétt svo er að reach hana, er það að fara að vera nóg, Pulla Jóni, rétt svo nær ekki að taka niður og Baunadós kemst í burtu með því að poppa últið. Oh my. Skemmtilega líka við Warmogs hérna, handa Dr. Mundo, ég held að hann er með nóg mikið líf til að regenna, ég er ekki viss, en hérna er Siggi kannski bara tekið niður af Sæþór, er eitthvað að reyna að berjast á móti, en þetta er að vera hættulegt. Siggi er orðið svo lágur, þarf að ýta últið sitt en það er ekki nóg og Sæþór tekur Sigga niður. Katmaniak tekur grompa með hann. Já. Ég veit ekki alveg, mér fannst að labba svolítið mikið bara framhjá Sigga og meðan að var að deyja. Já, var svolítið meira að pæla í þessum frost. Gromp. Já, vistu af Pulla Jóni að deyja líka, ég tók ekki eftir í. Já, reyndar, ég held að hann draf Pulla Jóni hérna í junglinu. Ok. Þannig að þetta er kill for kill, en samt svolítið fyndi að sjá það bara á minimappinu. Já. Við hérna, erum þá núna komið smá meiri bardagina á borðið. Loksins, aðeins að byrja. Sjáum við það Mundo bara fá allt lífið sér tilbaka. Þetta er svo gaman að horfa. Þetta er að fara að vera svolítið erfitt núna handunum. Batta núna. Mjáki hoppar rétt svo í burtu. Necrophages líka hlaupa í burtu frá Pulla Jóni. Og er Sæþór kannski að fara að Þeir eru 4 inn á botnin. Ég held að Necrophages gefur tekið niður hérna. Sæþór kom með 2 kill sína. Já, komið með þetta Rod of Ages og byrjaði bara að gera stóra hluti. Já. Jæja, nú gerist eitthvað hérna, Baunadós og Batti. Munu þeir ná að drepa hvort annan. Smá verið að pota hérna hvert annað. Minions er samt að gera svolítið mikið skada. Já, við erum hérna, já, sjá núna. Baunadós líka komið turnin. Það er eitthvað sem gerðist. Já. Ég er svolítið, já, hann kemur allt lífið líka tilbaka. Hann þarf ekkert að... Hann þarf ekki tilbaka. Hann er bara komið með eitt gott Warmogs. Það er bara nóg. Þetta er svo sterkt. Mætur aftur í leind. Jæja. Og Batti núna með ekkert líf með að við hann. Og hérna eru við með Pulla Jóni að hoppa niður hérna í miðjunni. Það kemur svo Katmaniak og reynir að halda honum Sigga lifandi. Er að fara að reyna að snúa sig á Pulla Jóni. Hann er orðinn svo lár í
Tópagrinn á meðan eitthvað í gangi. Siggi Sandinn orðin hættulega lár, þarf að leifta sér í burtu. Sæþór er að leita. Desilítur og Katmján ekki að berjast inn, en Sæþór er orðin líka lár. Og hann blassið komið. Og Siggi að reyna að gera ykkur skada, þar sem það passa sig á Desilítra. Sæþór spónan aftur hérna eftir passivans og nær að drepa Wukong. Batti kemur og bjargar honum hérna. Desilítri! Likla flassið, alveg bara, vá. Í hag hjá Jötun hérna í lokin. Eitthvað fyrir sem mætti, ég held að hún sé að reyna að stoppa Eitthvað, já. eitthvað. Já, ekki með þessu. En hérna er í toppagrein sem ég var að tala um af hverju maður ásótt erfitt að pikka Shen og já, inn í Mundo. Það sem báðir turnarnir eru hornir. Nákvæmlega, hann bara pushar og pushar og pushar. En það er náttúrulega líka bara ekkert að bakka. Sjá, Hann er með Warmogs. Sjá risa gullmun líka núna 7200 á móti 5700. Ó, jésús. Þessi turnar eru að gera mikið. Sæþór. Olti hittir ekki. Rétt. Vekkurinn ítt hann í burtu, þannig Olti hittir ekki, by the way. Mjög von. Eitthvað hérna að reyna að halda vision control. Það er núna Kempunk eða Efnir er mættur á svæðið og núna ætlar Whisky að fá drega. Third time's the charm. Já, Það er ekkert mikið sem þeir geta gert. Þeir eru á Herald. Whisky veit af því samt. En það er ekkert mikið sem þeir vilja gera á móti. Nei, þetta er bara líka skellrún hérna í toppagrein River og þeir eru bara að taka hann hérna niður. Treit. En hér er líka mjög gott sem Jötun er að gera, láta Anivju bara vera á móti Baunadós. Það sem er mjög erfitt fyrir Baunadós að taka niður þessa skósveina. Passa sér samt, Sæþór, þú vilt ekki koma nálægt Baunadós. Hittir kúinu sínu. Er eitthvað smá? Annað. Það passa sig. Ef Baunadós kemst ofan á Sæþór, þá er Sæþór ekki að fara að vera lifandi lengi. Nei. En einmitt, jú, mjög fínt að matcha hérna Mundo, þar sem hann ætla bara að permaposa og fá healing. Já, þarna er allt lífið hans að koma tilbaka. Hægt og rólega. Þannig við ætlar að láta þetta hætta í smá stund. En já, hann hverfa allir skósveinarnir hjá hann Baunadós. Já. Og er erfitt fyrir hann að gera eitthvað. Hann þarf að finna Shen. Við erum bara núna að bíða eftir svona næstu objectives. Það er Atakan. Hann er kominn og núna er að fara að gerast eitthvað hérna í botnagrinni. Það ætti að vera með permapósina. Sjáum hérna allt mappið. Hérna er líka Batti kannski að reyna að koma sér í burtur frá Sigga og Gatmaniac, en gerði það bara léttilega. Whisky eru búin að vera rosalega duglega að permapósa hennar leginn. Þau eru komið með núna, hvað er það, 3 turrets. Núna gæti líka Mögulega fjórðina með millin turretið. Já, ger eitthvað passa sig. Hopp og síp. Þetta er að flotta við seri. Ég geta varla komist ofan á hana. Sko, Olt þannig farinn. Hann hoppa bara yfir vegg. Og núna er svona Gemmi Átt kannski bara að tekið niður á Sigga. Baunadós er að hlaupa niður Sæþór. Hann getur ekki hjálpað í bardaganum hérna í miðjunni. Hann þarf að díla við hennan Dr. Mundo. Nær ekki að nota vegginn rétt. Desilítri er mættir en Gatmaniac bara á hann. Hann er orðinn svo lár. Desilítri! Ég er komast í burtu, Desilítri. Þeir eru ennþá elda. Sæþór kemst núna á plöntuna og eða bara, já, Desilítri hoppar fyrir bara á deyr í staðinn. Real support. Það er eins og supportar eiga að gera. Já, þessi aðstoðarmaður. Nákvæmlega, bjargaði Nivju. Og núna eru Whisky líklegast að fara að ná Atakan frekar léttilega hérna. Já. Við erum að sjá samt teleportina frá Sæþór. En Necrophages ætlar eitthvað að reyna að stoppa það. Það er samt eiginlega bara Sæþórina. Púla-Jónni er bara í base og Sen er á midlininu, þannig það er bara frítt Atakanina fyrir Whisky og Whisky eru komin í 6k gold lead, má benda á. Já, og eru núna líka ná svolítið í þessi objectives þar sem þeir voru að missa mikið af þeim í byrjun. Já, voru samt eiginlega aldrei í gold deficit, þeir voru alltaf í gold lead.
Já, það er náttúrulega bara mestmennins út af farmi og törrupleiti. Þeir eru svolítið að sína Þannig. af hverju þeir eru á toppnum í Kia-deildinni. Og Nákvæmlega. ætla bara að reyna að halda þessu áfram, þessu tempó. Já, spila hægan og rólega leik en samt góðan. Þannig er ekki eitthvað að stríða Karmeník. Já, greið krabbinn þarf að... Já, og við erum líka að sjá skemmtilega hérna bántið á Baunadós þó hann er með engin kill. Mér finnst alltaf gaman að sjá það. Ég er með 100 kall fyrir að vera tekið niður og það er hugsunin. Tíminn er naumur núna handa jötun þegar kemur að klukkunni. Já, Þeir þurfa að fara að gera eitthvað stórt. Þeir eru með Skellrún uppi ennþá. einmitt. Sæþór er eiginlega svo eini sem getur gert eitthvað mikið damage í þessu liði. Og það sem hann er með 3 kills en á sama tíma þarf hann eiginlega að matcha inn á Baunadós. Þar sem hann er bara að pörma pusha. Já, þetta er svona stóra vandamáli við, Sæþór getur stoppa Baunadós, en Sæþór er svolítið lykill maður hérna í teamfightum hjá þeim og þeir þurfa að hafa hann. Nákvæmlega. Sýnist það gæti verið mögulega eitthvað fætina á botlinnu. Já, Nei, þeir eru bara eitthvað að pinga á fugli. já. Það er allavega efnir að koma á rofið hérna. Pulajóni er með ult. Já, nota hérna Skellrúnu, fer hérna í botnagreinu. Núna er samt Batti hérna að taka smá skaða. TB kemur hérna frá Mundo frá toppluninni yfir í mid. Það eru allir hérna nema Sæþór er smá seitin en hann Baunadós ætla bara að herjast niður á botnagreinu hérna. Er eitthvað að lenda í bardagi hérna við all liði núna hjá þeim. Þarf að últa í burtu en það er ekki að fara að ná að drepa hann. Ég veit ekki af hverju þeir eru að eyða svona mikið í að taka niður Baunadós. Efnidrengir er komið niður. Þeir eru að eyða svo miklum tíma hérna. Mjauki hoppar hérna inn svo er taunted. Er að gera svo mikinn skada hérna. Karmeník hoppar í baklínuna. Shen notar últið. Dexlítri notar últið. Allir eru að detta niður þess að flugur hérna hjá þeim. Mjauki hérna er að gera svo mikinn skada hérna. Er svo tauntaður af Batti og tekur hann niður. Enda hver er að fara að vinna þetta fight? Batti er þetta lifandi, er svo tekið niður og Viski hérna eru búinn að vinna bardagan. Bara desilítur eftir og er að reyna að koma sér í burtu. Einmitt, gæti verið svolítið erfitt. Ég held að ástæðan af hverju þið fókusuðu Mundo hana var eiginlega út af því, hérna, ég veit ekki hvort það var Seri eða Lulu sem kveikti á Oracle Lens leið og hann oltaði. Þannig að öll vision hann í kring Nocturne sá ekki neitt. Og fyrir þá sem vita ekki þá þarf Nocturne náttúrulega vision til þess að olta á eitthvað. Og hérna eini sem var í vision var Mundo. Þeir slítur ennþá að hlaupa og Karmeník loksins gefst upp. Nákvæmlega. Meðan er samt hérna Rift Herald tók botlane turretið hérna hjá Whiskey. Þannig þá er jötun komið 2 turrets á midlane og botlane. En já. Þetta var alveg erfitt. Erfiður bardagi hérna hjá jötun. Þurfti að reyna að sprengja Baunadós en Baunadós er með svo mikið líf Það núna. bara er ekki hægt að enginn með anti-heal strax. Já, þeir eru Og ekki það með bara- liði til að berjast við hann eins og er. Það er unni bara Junara sem getur gert það og hérna, hún er hægt og rólega að byggja meira og meira en hérna, já, þetta var einmitt, þetta var bara fyndið fight. Já, það var, ég vissi ekki hvað er í gangi Einmitt. meira hlutan tímanum. En núna er Baron kominn til leiks og þetta er að fara að vera líklega næsti bardagi sem við sjáum. Og mögulega bara game closing bardaginn. Þar að segja ef Whiskey fær Baron þá gæti þetta verið bara, geta mögulega bara enda leikinn út frá því. Ef jötun fær Baron aftur á móti þá gæti þetta verið bara smá swap. Já, þá sjáum við kannski smá comeback hérna hjá jötun. Eru núna 7000 gulli eftir á og það er Það er svolítið erfitt. Já, það er mjög erfitt.
við erum að sjá hérna, það eru, já, bæði liðið með 2 drega, við erum ekki að fara að sjá sálneitt á næstunni. En það eru 30 sekundur núna í næsta drega. Nei, það eru 2 mínútur í næsta drega. Já. Ég var að horfa á Blue Buff. Það eru 30 sekundir í næsta Blue Buff. Já, mjög mikilvægt. Og beinandós að stríða Control World. Já, við erum bara komin í svolítið þægilega leikina. Það er samt Siggi eitthvað að pota í Sæþór. En Með Cosmic Drive. Ég fíla já, þetta er skemmtilegt svona nánast svona utility hérna build. Að reyna eitthvað að Siggi hittir ekki neinu þarna og þarf eitthvað að bakka lengra. Þeir eru þetta bara að byrja hérna á Baron. Siggi er mættur á svæðið. Það er teleport handa að Nivju líka, en kannski bara vitar ekki alveg hvort þeir ætla að kommitta hérna. Ég er ekki alveg viss. Poleoni náttúrulega mjög góður í að stila þessi objectives, þannig að þetta gæti verið bara smá smættfætt. Flaski kemur hérna í gegn. Núna er samt Batti Poleoni komin hérna í baklínuna, reynir að taka niður Mjáki. Lúlótti kemur hérna í gegn. Hérna er svo Katmaniak að reyna að taka út allt liðið hérna með últinu. Mjáki núna að gera risa skaða. Er últi frá Disney að fara að gera eitthvað. Það er ekkert nóg til að stoppa Viski hérna. Triple kill, quadrakill. Og við erum núna með annað quadrakill í deildinni. Hann er að leita kannski að Pentaðinu hérna. Já, Junara nær að drepa Sindru hérna á millilinu. Ég veit ekki alveg hvernig það gerist, en Junara hleypur í burtu. Get me out, bara einmitt, get me out. Hann er að reyna að ekki gefa Mjáki er alltaf pentakill. Það er farið. Það væri þá fyrsta smá on-stream pentakilliði. Það er satt. En já, við fáum annað kvadra. Leiðilegt að Get Me Out vildi ekki vera góður. En þetta gæti verið núna bara svona loka bardagi núna sem kemur hérna í kjölfara af þessu Baron buffi. Já, ég held að Whiskey séu ekki fara að vera eitthvað blindly bara pusha niður mid. Þetta gæti alveg virkað þegar vinna teamfight svo lengi sem Mjáki lifir af. Það sem hann er með bara svo svakalega mikið team damage þegar við erum að teamfighta. Það er náttúrulega dreginu komin upp og hérna þetta er soul point fyrir bæði liðin. Þetta er ekki soul. Sæþór lappar beint inn í baunadós. Er tekinn hættilega niður. Ég er sem með passífið sitt, Get Me Out eitthvað að reyna að hjálpa hérna að gera einhvern skada við þetta skrimsli hérna. En það er bara ekki að fara að gerast. Og svo fær hann allt lífið til... Dörbulla Jóni! Og hann últar svo í burtu! Þetta var æðislegt hjá honum! Hann er eitthvað að vera eldur hérna á Katmaniak en er rétt svo tekinn niður! Þetta var næstuði greit að skipja hérna hjá hann og Katmaniak heldur áfram og þetta gæti verið leikur kannski ef þeir haldi sér áfram. Þetta er eitt flottasta stíl sem ég séð. Hann notar what? Bulla Jóni er allavega að sína sig hérna með þessi smæt stílum í þessum leik. Katmaniak bara brjálaður eftir þetta. Hann hlýtur vera brjálaður. Hann er búinn að stela hversu oft? 3 sinnum. 2 eða 3 sinnum. Ég held þetta er risvar. Á minnskosti allt og oft. Hann tapar kannski leikni verður að risa frá stikka af 2 hérna og bara Batti eftir. Og þetta hlýtur að verða leikur núna. Mér sýnist það. Batti hérna eitthvað að reyna að berjast hérna. Bulla Jóni mættu líka en bara 1 turn eftir. Þarna er þess að deyja allir minionunir. Þeir eru einhvern veginn að halda sér ennþá lifandi en núna er Batti kannski að vera tekið niður. Baunadós. Baunadós ennþá lifandi hérna. What? Hljóp Hann er inn í í... þessu fontani í alveg 3 sekundur og er samt lifandi. Já, en þeir eru ennþá að halda áfram. Batti þetta... Eitthvað að reyna að halda sér í leikin en Katmaniak er bara að reyna að taka niður. Og já, þetta er þá leikur. Whiskey búinn að vinna hérna á móti Jötun. Já. Hvað þetta var skemmtilegar endir. Mér fannst þetta æðislegt. Ef hann hefði komist upp með þetta, hann Jóni, þá þetta hefði verið bara flottasta stíl. Þó að hann var að grúttapa, þið voru að grúttapa leiknum. Þetta var svo clean. Hann náði alltaf, hann náði alltaf. Þetta var clean. Já. Ég átti von á svona frekar kalkuleit leik hérna hjá þessum liðum og þetta var það. Einmitt.
En svo byrjaði þetta að vera svolítið svona í mid-game, þá fór þetta bara í hendurna hjá Whiskey svolítið. Já, svolítið. Einmitt, þau voru bara svo mikið að pusha. Þau voru bara með permapush, þau voru með Mundo sem er að pusha endalaust, svo að Scythe voru að matcha. Og það bara, þau miður ekkert mikið sem þau gátu gert. Fengu bara alltaf mikið gull frá einmitt þessi objectives. Þannig. Já, og ég hugsaði samt, hver væri svona MVP sem leik? Mér finnst það ágætlega erfitt þar sem liðið var svolítið bara að spila vel saman, sko, og ég veit ekki hvort það var einhver eitt sem stóð út eitthvað gríðarlega. Sko, Johnny er MVP fyrir Smite Steals. Já. Bara, what? Ég held ég ekki sé svona mörg Smite Steals í leik. En þar sem Whiskey unnu, þá náttúrulega er MVP ekki þar þannig í Whiskey. Já. Sko, þetta er svona Cat Maniac Miyagi, myndi ég segja. Já, þeir voru allavega að gera alltaf mikið. Cat Maniac var svolítið að bara, var að vinna þessa liðsbardaga mjög vel með þessu ulti sínu. Ég vil líka gefa allavega Baunator svona sjátt, en ég veit ekki hvort hann er MVP-in, en hann var svo mikið vesen fyrir liðið hjá Jötu. Það er rétt. Hafði það með mjög mikið impact overall. Já, ég myndi segja það, sko. Hann dró alltaf að Nivju í burt og þetta var erfitt, sko. Já. En ég hugsa, Cat Maniac gæti verið að taka MVP bara með, hann spilaði góðan leik, það var ekki mikið mistökur, fyrir utan hann misti alltaf Smite. Já, ég eiginlega út af því, þá langar mér ekki að gefa Cat Maniac, en mér langar eiginlega ekki að gefa hann MVP. Mér langar frekar að gefa Miyagi MVP í þessum leik, en Cat Maniac. Ég hugsa að við gefum þá Miyagi. Ég held að þessi Smite Steals, það er smá svona, já. Já, en ég hugsa þá að við ætlum bara að henda okkur þá inn í auglýsingar, ekki fara langt og næsti leikur verður spennandi. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin aftur tilbaka eftir þessar auglýsingar. Við erum núna að fara dettin í leik 2 af kvöldinu og þetta að fara að vera ATD á móti Taekwondo-ri. Þetta eru lið sem við erum ekki búin að sjá áður. Jeps. Ég held við finnum bara svolítið hratt yfir hérna hvaða leikmenn eru hérna að spila í kvöld. Við byrjum bara hérna á Taekwondo-ri. Það erum við toplane Dib Dab, jungle er hann Halldór, midlane íslenskur Scrub, botlane erum við með Landó og svo support hérna á móti er Eiki. Já, ég hef ekki séð mikið þessum nöfnum áður. Þetta eru allt svo nýjir spilarar. Nei, ég hef ekki séð þessu nöfn. Þannig, og við höfum líka bara ekki séð Taekwondo-ri nýja ATD spila hérna on stream, þannig það er bara í fyrsta sinn. Já. ATD, við erum að sjá hérna toplane er Gubbi Fitness, jungle er Andresson, midlane Regiment Odin, botlane MEQ og support er Hauslaus. Já, og þetta eru spilarar sem hann hefur séð oft áður. Já. Þetta er hérna... Ég hef ekki séð hann Gubbi Fitness, reyndar. Nei, en Andresson, Regiment Odin og Miku og svo Hauslaus, þeir hafa verið lengi í senunni, sko. Man eftir að Hauslaus var að spila í KR einhver tíman. MIQ var hérna í liði sem hétt Old Dogs, held ég. Já. Og ég spila með honum áður líka. En já, þetta er skemmtilegt lið hérna hjá þeim. En það eru pælingar með hvernig þessi lið spila. Við hefum ekki séð þau oft áður. En svona, er eitthvað svona pikk sem við erum að fara að sjá kannski eitthvað sérstakt? Sko, getur verið að við sjáum Rumble hérna hjá Taekwondo-ri. Botlane, ég held að vera svolítið mikið bara svolítið klassísk ADC picks, en svo support, Hauslaus er svolítið spilað, ég held að fáum að sjá Karma. Já, er hann að taka þessa meira svona galdra aðstofamenn? Já, botnagrir? Smávegis, já. Reyndar spilaði Pantheon að tímabili, en Pantheon var nýlega nerft. Já, aðstofamanna stöðunni ég nefnilega þú ekki lofaði að þetta var í meira supportrólun eða eitthvað annað. Já. En já, þannig ég veit ekki hvort við fáum að sjá Pantheon í dag. Í junglinu Halldór spilar hérna Jarvan. Já, klassískur svona frumskoðamaður. Já. Erum að fara að sjá kannski svona eitthvað klassíst. Já, svolítið. J4, Volley, Trondol, Dresson. Kannski fáum við að sjá Nocturne eða Wukong aftur. Hérna tók eftir því. Já. Við erum bara komin í draft. Við þurfum ekki að bíða lengi og erum við að fara að sjá hérna Fiora-bann. Það er mega sens, Gubbi Fitness, það er bara númer 1 karakter hjá honum er Fiora. ATD er líklegast að fara að banna eitthvað eins og, Jarvan. Já, við sjáum allavega við vilja ekki vera á móti þessu, það er hérna væ. Það er eitthvað sem Andresson hefur verið að spila. Nei, ekkert sem ég tók mikið eftir, ekkert sem ég skrifaði niður. Volibear er eitthvað sem Halldór spilaði. Ég held að það sé bara perma, eða svona target banna hann hérna Halldór. Þetta er náttúrulega liðið hans er ég að giska Taekwondo-ri, hlýtur að vera þá eftir honum Halldóri. Sindra-bannið make sense, það sem Sindra minn fekk buff og Regiment Odin spilar ákveðlega mikið Sindra. Við erum með Milio sem first pick henni og Taekwondo-ri. Ég er ekki surprised, Eiki spilar mjög mikið Milio og Milio er mjög góður almennt. Já. Minns ekkert að því að first picka Milio persónulega og þá kemur Twitch hérna á móti frá hérna MEQ. Já, að fara að taka bara svona frekar, Taekwondo-ri eru ekki með þá einhver svona engage support sem getur tekið Twitch-in niður kannski og eru bara að fara að peka Twitch þægilega. Og svo Wukong. Wukong við náttúrulega sáum það í síðasta leik hversu mikið impact það getur haft, þannig hérna við bara sjáum hvort að Dresson getur matchað það impact sem Catmaniac hafði á hérna leikið á móti Jötun. En við erum með Jinx pick hérna hjá Landó. Já, alltaf bara taka þetta svolítið svona þægilega Mikið senn, svolítið weak early game pick hérna á botlaninu. Hvað eru kannski að fara að sjá frumskoðamann hérna nema þeir með eitthvað svona kannski
já, minnur hjá Taekwondo-ri. Jú, örugglega, kannski Tröndul? Gæti verið næs, en þeir taka Sinsá? ekki séð Sinsá oft. Nei, eftir visual updateið, þá hef ég ekki séð mikið. Já, En ég hef bara aldrei séð þennan mann hérna á skjáðunum hérna. Hver er þetta? Þetta er nýja Sinsá. Já. En við fáum kannski sjá supportina bara frá ATD. Já, og Never mind. Við erum með Camille blind pick hérna í topplininu. Já, What? eða Camille support, maður veit aldrei. Ég hef það Camille support reyndar. Býtu. Það verður reyndar frekar cool. Við erum með Rumble-bannina Make a Sense frá ATD, þar sem Dip-Dap spilar mjög mikið Rumble. Murla, sko ég held þeir eru svolítið óvissir með hvort sé Camille support eða Camille top. Líklega sig á millimann, kannski Jace. Já, taka Jace í burtu væri allt í lagi hérna. Ég er að bíða lengi með þetta, en virkilega vita ekki hvað er alltaf að banna hérna. Þetta er Malzahar. Ok, Það er eitthvað sem, mér minnir ég sá einn leik á Malzahar. það er nóg sko. Þá vill maður ekki vera á móti þessu. Ég virði þessu ákvörðun hjá þeim. Eru kannski að vera að taka eitthvað sem er að fara að vera af ekki mjög góðan tíma á móti Malzahar í miðju akreininni. Sjáum hérna hvað eru þeir að taka. Bæði liðin eru að eyða smá tíma hérna í að banna taka hérna Bessu út og hann kemur Galio. Ok, það var bara rétt í Galio, þannig þeir eru svolítið óvissin með einmitt að gæti svo sem verið Galio mid, þótt að ég held að Regiment Odin sé ekki að spila mikið Galio mid. Huey, make alveg sense. Poppy, það er gott pick. Mjög gott. Það er gott pick. Beint hérna til að stoppa Wukong og Camille svolítið. Heldur ennþá þetta sé Murla Camille toplane. Ég Já. fá að sjá það bara núna sem last pickið. Fáum allt í einu að sjá eitthvað eins og Karma eða Lulu eða eitthvað. Ég er að búast við þetta. Þetta er Poppy í toplane og það er að fara að vera þægilegt pick ef þetta, þægilegt val ef þetta er að fara að vera Camille. Já. En kannski fáum við að sjá síðan bara eitthvað toplaner. Já, við erum að sjá Talíu hérna í miðjunni á móti Huey. Það er líka gott á móti Camille og Wukong. Já, eru svolítið að taka þessi, vil ég ekki að þeir eru að hoppa á þá. Og nú sjáum við kannski hvert þessir leikmenn er að fara. Garen? Nei. Jux? Nei. Eða er þetta að fara að vera bara... Já, Garen. Þetta er að fara að vera Camille support. Já. Ég er enda að fíla það. Emilio getur samt aftur á móti, ef hann góður í fótbolta, þá getur hann sparka Camille í burtu. Já. Já, þetta eru aðstórmenn. Hér er svona hugsunin, Emilio ætti að hafa þægilegan tíma á móti Camille. Svona, að fer svolítið eftir hversu góður, eins og þú segir, hann er í fótbolta. Já, það sem Emilio með kúi sitt getur cancelað Camille hoppið. Já. Gæti verið samt svolítið erfitt. Það getur verið smá tricky, sérstaklega ef Camille er ekki að hoppa á Emilio og heldur að hoppa á Twitch. Já. Eins og ég segi, þú þarft svolítið að vera góður í fótbolta. Já. En samt mér finnst þetta alveg skemmtilegt pick í Jinx Emilio. Camille byrjar engages með því að hoppa á Jinx. Almennt séð í teamfights gæti það verið svolítið erfitt þar sem hún með bæði Talía og Poppy sem counter. Þannig mid-late game getur verið svolítið erfitt. Já, ég svona líka þetta breytir svolítið núna topp akrein bardaunum þar sem þetta er núna Garen inn í Poppy sem þetta er að fara að vera þægilegra núna fyrir ATD. Já. Í staðan fyrir Camille. Ég er svolítið spurning hvað topp leikmaður hérna hjá Taekwondo er að fara að gera hérna í þessu Garen. Þetta er ekki skemmtilegt matchup fyrir Poppy það nú. Ég held það ekki. Hvað? Skoða í orðabókina. Ég er ekki með neitt fyrir matchup, en ég hugsa bara... Hvað verður matchup? Keppnis... Það er eitthvað gott orð til. Örugglega. Þeir að fá hana.
Við veitum það ekki, við verðum með það fyrir næstu útsendingu. Orðabók alltaf að breytast, alltaf að uppfærast. En já, pælingin hvernig eru svona miðað við hvað þeir eru búin að velja hérna í heti vali, hvað heldur þú að fara að koma hérna á toppnum? Hvaða lið bara hvaða karakter? Hvaða karakterar? Við hugsum ekki út frá liðinu. Sko, mér langar smá að segja Hwei. Já. Af því Hwei, þú veist, Talía á móti Hwei með miklu meira reyns en Talía, þannig ég held að Lane ætti ekki vera svo erfitt. Líka bara á móti öllu liðinu, þá ætti Hwei vera í baklinu allan tíma, það sem Poppy og Sin eru að fókusa svo mikið á Camille og Twitch. Og ég held að Twitch verði ekkert eitthvað huge í þessum leik. Nema early game Camille næra að hoppa og þau fá bara eitthvað rosalega gott early kill hérna á Jinx og MEQ snowballar út frá því. Gæti verið gott hjá þeim sko, þar sem MEQ eða MEQ mjög sterkur sko, spilari bara, ég veit ekki hversu mikið hann búin að spila nýlega, en hann hefur alltaf verið frekar mikið á toppnum. Já, nákvæmlega. Einmitt, Garen ég svona maybe það getur eitthvað gerst þar. Það getur eitthvað gerst. Garen er alltaf bara svo leiðilega karakter. Hann er bara Beyblade. Ég hugsa að hann er að fara að gera eitthvað allavega svona það fer eftir bara hvernig hversu svona safe Poppy er að spila. Garen finnst mér sko, ef hann bara tekur í smá rólega til að byrja með, þá hann að fara kannski bara að vinna Poppy, svolítið svona stat-stick. Einmitt. Ég meina að það getur verið að Poppy sé bara að spila menn fyrir teamfights. Já, það allavega svona stóra abilityð hjá Poppy, þetta tvöldaf sem að fara að stoppa allavega svona Camille og Wukong, en samt sko Twitch, Hwei og Garen, þeir eru ekkert að vera að stoppa þær að þessu. Mjög erfitt líka fyrir Taekwondo hérna, þeir eru ekkert með svona, ég veit ekki að segja hard session eitt svolítið svona, nema Poppy kemst einhvern veginn og nær Twitch upp í vegg. Ég meina Talía er samt mjög gott almennt, bara einmitt út af þessu dashes, því við erum svo sem bara með 2 frá Wukong og Camille. En hérna 12 af hennar getur verið mjög gott til þess að bara með eitt vitlaust positioning hérna frá Twitch, þá er þetta bara dutt. Hoppar inn í liðið. Já, það var hann í svolítið miklu bobba. En hérna, já, ég veit það ekki. Ég held að þetta fer svolítið eftir hvernig early bot lane fer. En svona overall þá held ég að Hwei á mestan sjans til þess að eiga svolítið þægilega leik. Já, ég hugsa það allavega. Ef við horfum líka samt á liðin, við erum hérna, ATD svona þægilegir uppi í stöðutöflunni og Taekwondo eru svolítið neðarlega. Já. Þeir þurfa svolítið að vinna hérna. Þeir Nákvæmlega. til að reyna að komast í playoff seinna meir. Svo pressan svolítið hérna á þeim. Þeir þurfa að fara að taka niður hérna þessi lið og við erum að fara að sjá hérna hvort þeir nái að halda sér í keppninni. Já, það er alveg rétt. Og við erum hérna fínt draft hérna frá þeim, svo við þurfum bara svona að sjá hvernig þeir spila þetta svolítið. Einmitt. ATD, ég man ekki alveg hvað þeir voru í stöðunni. Ég hugsa að þeir voru í 5. eða 7. sæti kannski. Með eitthvað nokkur losses, 2-3 eða eitthvað. Ég held að við vorum með 2 allavega til að byrja með. Ég veit ekki hvernig leikurinn þeirra var að fara. Já, ég síðast það. En já, þeir eru með þægilegt svona allavega jákvæða stöðu, meiri vinningi heldur en töp. Og þeir eru svona ekkert kannski ofhræddir við að komast ekki í playoffs, en þeir þurfa að passa sig. Já. Allt getur gerst hérna. Og ég svona vonast eftir upset. Það að fara frekar skemmtilegt að sjá Taekwondo hérna snúa svolítið við
væntingum. En Ég var einmitt að spá í hvort að Poppy fekk buff eða nerf og mér sýnist að hann hafi fengið einmitt nerf. nú, Mm hverju var svona breytt aðalega? Já. En En það er enda meira á jungle, þannig ég held að þetta ekki hafa mikið á. við ætlum að hoppa núna samt inn í leikinn og er þetta að fara að vera hérna sjáu svolítið hvað fólk er að taka Ghost á Garen. Ég er að fara að reyna að hlaupa niður Dip-Dab. Dip-dab, það er skemmtilegt nafn. Já, mjög skemmtilegt nafn. Dip-dab. Við erum hérna Gubbi Fitness á móti Dip-Dab Dries, á móti Halldór. Þeir eru bara að fara hérna í eitt gott 5 point. Já, erum ekkert að fara að sjá neitt mjög mikið í gangi hérna. Dip-Dab eitthvað að sína sig hérna fyrir honum Driessoni. Enginn komin út. Nei. Við sjáum hérna, jú, Hauslaus er með Halo Blades. Gubbi eitthvað að reyna að færa sig en Dip-Dab ætla bara að færa í burtu. Ég er að spá hvort að ég held að sko botlane, það er rosalega mikilvægt fyrir Lando og Eigen á level 2 á undan MEQ og hérna Hauslaus. Að því ég held level 2 Hauslaus mun bara hoppa inn. Já, við erum hérna með frekar svona passív sömurspels hjá Lando og Eika, erum með heal og barrier hérna Dip-Dab lappar inn í Gubba. Taka hérna smá skaða en maður þarf að muna að Gubbi er með þetta passív til að heala. Þetta mini Warmogs, það er svo leiðilegt. Kemur kúið. Þetta silence gerir svo mikið skada. Hann byrjar þetta með Dorans Blade líka fyrir þetta auka 80 og Það gæti verið eitthvað smá cheesy gangi inn á botlanu. Sýnist það, erum hérna Nei, það er hægt að við Lando og Eiger eru svolítið hrættir. Já, þeir skiljanlega. ætluðu ekki að taka þessi, þeir eru svo kannski að fara að missa hérna minion sem þeir passa sig ekki inn, þetta kemur út Rakita frá Lando. Við erum hérna að sjá já, freka mikið bara svona bara smá pot hérna hjá liðunum. Við sýnist Hauslaus og MEQ ætti verið að fá level 2 bara núna, eða? Lando og ekki að passa í Lando samt, steppaði svolítið forward, er það að fara að vera nóg til að vera tekið niður? Nei, en flassið hans er líktilega farið. Hérna er Dip-Dab samt, þarf að passa sig hérna móti Gubba, þarf að flassa hérna. Það er komin 2 flashes frá Taekwondo-ri, bæði Jinx og Poppy þegar að flassa hérna. Gubbi Fitness þurfti ekki að nota neitt hérna í topp agrinni. En þetta er erfið staða fyrir Dip-Dab. Samt virkaði ekki þetta level 2 hjá ATD. Óðinn. Eitthvað ná að hérna skipta þetta höggum hérna við íslenska skrubb. Mjög gott reynd, hérna bæði á íslenskur skröpp og Regiment Odin. Já, og báður hérna með heldpottinn til að hjálpa sér að vera lifandi hérna í miðju agrein. Hauslaus, hann er alltaf að leita að ykkur núna. Lando má einmitt varla lafa upp. Komin level 3 samt. Ekki hérna svona aðeins þægilega, er með Q-ið, ætlar hann að nota, hann kemur út, Lando samt er að vera tekin hættilega mikið niður, MIQ er að halda áfram að gera skaða, er eða að fara að koma í hérna, barjarinn, MIQ er orðin mjög lár. Hann kemur bóboltinn, ekki nóg, en þetta var bara frekar jafnt. Já, botlane þurfti að nota bæði barrier og heal. MEQ er með exhaust. Hérna, Hauslaus orðin mjög lár. Gæti verið MIQ, gæti verið tekið niður hérna. Svo lifar af Hauslaus, nær að taka niður. Eiki tekur hann niður í gjölbarið, hér er Halldór Driessson. Hann leipur bara í burtu, Halldór gæti flassað hérna. Flassarinn, hann var ósynlegur, hann kemur tjóta við, MIQ. Og núna er Halldór eitthvað hérna að reyna að berja stuðan, en er ekki með neitt uppi. Og Driessson tekur hérna feat af Warfare. Strax komið feat of Warfare hérna fyrir ATD á 4 mínútum. Talsvert fljótari early game en í síðasta leik. Já, þetta er strax komið 5 kill á 4 mínútum. Og er Driessson með 2 kill. Erum að sjá hérna 1000 kall í gullmun líka í hag fyrir ATD. Og er þetta aðalega ánum Driessson. Já, svona smá CS mun
hjá restina af liðinu hérna sem gefur þeim svolítið svona auka 300 kall. Já, nákvæmlega. Dip-Dab vildi fá hana skjöld. Er eitthvað að reyna að halda þessu, bíða eftir skóseinunum sínum. Nær því. Drekinn komin upp. Þetta er hérna Cloud Drake núna. Loftur mættur á svæðið. Og við erum að sjá hérna frekar óþægilegt top lane að handa Dip-Dab. Orðin frekar eftir á hérna í farminum. Sýnist bara junglerinu vera einmitt bara innan topside. Eru samt hægt og rólega að patha bot. Dresan mættir inn á mid. Já, og sjá hérna Ódinn að púsa hérna inn. Íslenskan skrúb ekki með. Dresan Líklega táir það við Halldóri samt hérna. Er það að fara að vera nóg? Dresan gæti verið að fara að tekið niður hérna. Og það er að fara að vera 100 kall í þokkabót handa Halldór ef hann kemst upp með að shut down. Og þetta þannig séð í kills þetta ágætlega í hann þó það er hérna 1000 kall ennþá í hag fyrir ATD. Eða kemur henni gegn frá okkur mjöl. Landó. Bara poppa þeir það ekkert mikið sem þeir geta gert þannig. Þetta er svo leiðilegt botlane fyrir Jinx. Já, ekki mikið sem Jinx getur gert. Nei, ekki niður. Voru ekki að búast við Camille í aðstoðarmanna stöðunni hérna. Nei, þetta var einu svona rosalega vinsælt pick. Ekki eins mikið lengur, en ég samt hef alltaf fílað þetta pick. Þótt ég spilaði sjálf ekkert mikið. Skemmtilegt að horfa á allavega, þetta er svolítið svona aðeins öðruvísi frá þessum svona meta. Einmitt svona klassísk engage support. Já, og gera alveg helling. Við erum að sjá hérna líka að þetta er AP Twitch fyrir MIQ. Já. Og já, það er bara mjög flott. Ég hugsa að... Mér finnst það reynda bara ákveðlega fínt þar sem mér finnst AD Twitch eiginlega virka bara ef þú ert með enchanter. Já. Það á myndi hvað sem virkar best. Að segja bara kannski smá. En það virkar best með enchanter. Þannig AP Twitch líka rosalega gott. Camilla hoppar á, hann er bara að poppa. Það er staks og poppar. Já, og við erum hérna að sjá Loft vera ráðist af hérna af ATD. Ég er svona hauslaus byrja á þessu og MIQ eitthvað komið til að hjálpa en það eru ekki. Þetta er bara fyrir Drekinn fyrir ATD. Já, þessi snemmri leikur er að fara svolítið í hag hérna handa ATD. Mikill CS-munur byrjar að myndast líka alls þar. Dresan kom með 3 kills. Fitness hérna, skiptast höggum við Dip-Dabin. Það er mættur á svæði hérna Halldór, kannski eitthvað að fara að hjálpa bráðum, en nei. Það er svolítið að passa sér núna. Garen últið er að fara að gera alveg mjög mikinn skaða. Til ég líka með últið, hún gæti með joina fightið eða gerist eitthvað hérna á topplennu. Já, Dip-Dab þarf samt að vera undir turninum. Eru samt 2 hauslausir hérna mættur midlane. Maðkarnir eru fara að vera hérna næsta objektivið sem er að fara að vera tekið niður. Næsta markmið liðana. Ég held við séum að fara að sjá hauslaus vera að róma svolítið mikið. Sem ég fíla, bara mjög flott. Ég er komin með svolítið svona, alveg 2 kill og getur bara byrjað að svolítið að vera pirrandi kringum allt kortið. Já. Camilla support líka gerir lúmst mikið damage. Ég manna eftir þegar hún var hérna kemur alltaf frá MIQ. Landó. Rétt svo ekki tekið niður. Hérna erum við að sjá bara, já, mjög leðar að Dip-Dab. Gæti verið tekið niður hérna af últinu. Nei. Hendur hún í burtu. Bæði últin notið hérna í toppakrein. En Dip-Dab er samt í smá vandarmálum. Núna Halldór komin að rétt við Ódinn. Það er að flassa. Hérna kemur Landó með raketurna, hittir ekki. Og Ódinn lifir af þægilega. Núna er samt Dip-Dab í hættulegri stöðina líka Gubbi.
Þetta er svo leiðilegt, hann heldur bara áfram að íta Já. þessum skógsreinum í turnin og Diptop getur ekki gert neitt. Nákvæmlega, hann er bara svolítið fastur þannig. MQ gengur vel í botlinu alveg þar sem Hauslausi er búinn að vera midlane í smá tíma. Einmitt drap næstu í Jinx á þann. Já. Það getur verið svolítið þægilegt fyrir nefnilega AP Twitch. Hann er AP Twitch er talsvert betri einn í lane en AD Twitch. Þannig. Já. Það er svolítið bara að vera frekar þægilegur hérna á meðan Hauslaus hleypur Já, við erum að sjá risa síðismun hérna myndast í toppakrein. Landó gæti verið tekið niður hérna, er ekki að komast í burtu, kemur í gegn og Núna er Gubbi hérna að berjast við Diptap. Halldór mættir henni í botlinnið en ekkert mikið sem kemur út af því. Nei, við erum sjá bara svona þeir eru orðnir svo sterkir hérna. Diptap. Það er tvöld að finna til að hlaupa í burtu. Er svolítið að halda sér alveg lífandi hérna, sant? Byrjar sko með að taka bara Chain Vest. Já. Sem er, ég held að gera þetta ekki vanalega, hann vill bara mjög ekki deyja á móti Gubba hérna. Bara mjög skemmtilegt. Ég meina Poppy Pickið eins og við sögðum í byrjun var svolítið meira upp á teamfights, upp á einmitt Wukong og Camille. Hann vill náttúrulega ekki gefa leinið fyrir hérna, ekki 100%, náttúrulega er með Garen er með 30 gold lead og búin að svolítið mikið plating og hérna er Dresson mættur í top lane. Er samt ekki að fara að vera nóg, þetta er svo mikil Diptap! Risa flass, hann kemur últið, Dresson var að flass í burtu, spila þetta æðislega. Haldur hérna að reyna að koma til að bakka hann upp, en hann heldur sér lifandi hérna. Diptap með geggja play. Mjög fín flash. Landó að leita. Næstu því. Já, við erum að sjá hérna, MIQ, fattaði ekki alveg að Eiki var hana, en það var ekki nóg. Hann kemur últið frá Odin, rétt svo misti. Hérna, já, það er svona 30 síðast munur hérna, flest allstaðar. Já. Sýnist samt að munur hérna í botnagræn er ekkert ofstór. Nei, alls ekki. Drekinn er að fara að spána hérna eftir 16 sekundur. Þú skall hérna fyrir viss. Halldór núna gæti verið fundin af Hauslausi. Íslenski skruppa reyna ekki að hjálpa. Halldór er lifandi hérna. Últið hjálpar með eitthvað hérna að halda sér lifandi. Og já, leikurinn eitthvað smá að hægjast á sér, svona þannig séð að enginn er búinn að vera að dreipast. En hérna kemur Landó, það var að vera tekið niður. Landó. Spoke too soon. Hann er, já. AP Twitch. AP Twitch. Landó má því miður bara ekki verið í lane lengur. Hann þarf bara að vera undir turretið sitt. Já. Því miður. Nashortooth hérna er að fara að gefa MIQ svolítið mikið meiri svona drápsmátt hérna. MIQ kom með 2 solo kills. Já. Þannig þetta er bara góð byrjun fyrir hérna þetta Twitch Camille botlane. Já, við erum að sjá hérna. Gubbi er að vera stönnaður hérna en þetta gerir ekki alveg nóg mikið skada hérna við Garen. MIQ. Hugsaðan Diptap er líklega að fara að bilda hérna í Sunfire Cape eða eitthvað hannig. Það er þægilega. Odin. Öfuga átt. Vildi kannski ekki vera nálægt honum. Gerir sem þetta bestu menn að það óvart fyrir nótuna. Þetta er erfitt ability að nota. Þetta er mjög svona, þetta er awkward ability að nota. Já, svona rumble allt, mjög leiðist. Diptap hérna! Gerir svolítið mikið skada hérna á hérna Gubbi Fitness. Já. Er eitthvað að reyna að gera einhver place hérna, þar sem hann er svolítið eftir á. Já. Skaðin hérna hjá Regiment Odin. Er náttúrulega komið með Blackfire. Þannig finnst ég bara svona Blackfire byrjun núna tvisvar. Mjög gott item, sýnst mér. Hvort það leikir það sama? Held ekki. Þetta er Archangel. Sko, að leiðilegasta fyrir Garen spilara er að ekki fá kills og Diptap er virkilega hérna að bara láta hann Gubba vera svolítið svona óþolinmóðan held ég sko. Þetta er samt Dresson mættur. Er það að fara að vera nóg? Gæti verið, þannig að kemur tvöfaldvaffið.
Já, hann ekki við seinna últið og hann kemur Justice niður á Dip-Dap. Gæti komið tower dive á botlininu. Já, hann byrjar það. Þetta er að fara með svo mikil skaði hérna frá MIQ. Haustlössan getur verið tekið niður rétt svo ekki. Rétt svo ekki. Sant. Smá riski í tower dive en þar sem, já, það er ekkert mikið sem Natalie getur gert því miður. Nei, Landó núna kannski að vera drepinn undir turn aftur, er rétt svo lifir sýnist mér. Þetta er leiðilegur leikur fyrir... Sveifaldafið kemur bráðir. Snæpina. Já, og Ódin hérna hafa mjög þærlegt millir. Eiki, passaði hérna, er rottan komin. Þú ert ekki að fara að komast í burtu. Þetta sló á 12-afinu er svo mikið. Og rétt svo er eitthvað að halda sér lifandi. Nei, það er ekki neitt. Líka, maður bregður alltaf að sjá E-damageið frá AP Twitch. Það gerir svo mikið. Íslensku skrubb er eitthvað að leita. Þú verður að hitta ykkur það kemur exhaustið. Er það aftur? MIQ er að hafa svo góðan leik hérna. Leiklega í mótið. Náttúrulega 5-1. Núna er MIQ orðinn unstoppable. Já, ég heyrði nefnilega að hérna, Dip-Dap, ert í smá vanda, ertu með últið uppi, með það. Þarf kannski ekki að nota, hann kemur það samt út, báðir í burtu. Heyrði nefnilega að hérna, að Dusty töpuðu leik á móti mjög stórum AP Twitch. Og er þetta kannski bara meta-pickið í deildinni. Nákvæmlega. Dip-Dap. Sjáðu meira. Þetta er orðið svo mikil skaði. Hann er komið með allt og mikið lítið hérna og Dip-Dap hefur ekki séns á móti Gubba. Einmitt, ATD er að komin í svona cirka 9k gold lead hérna á Taekwondo-ri. Svolítið erfið staði fyrir Taekwondo-ri þar sem það er 3-13 og Landó kemur berið hérna út. Svolítið þema hérna hjá Landó að deyja undir Flassi! Gubbi var restur í þetta kill! Hann er búinn að vera svolítið þægur í toppakrinninni og er ekki búinn að fá að éta í 15 mínútur. Loksins núna er hann að fá smá kills. Halldór, ert að fara að lenda í smá vesinni en nei, MIQ getur ekki notað eðið sitt. Íslenskur skröbb er enda kannski í smá vesinni en þið fara að vera solo-killt af hérna hauslaus. Já, erfitt að vera móti svona hættulegum aðstofamanni hérna. Er komið Divine Sundered hérna, eða Sundered Sky. Já. Hér er alveg mjög mikið skaða. Mjög mikið skaða, sérstaklega með við að maður býst við að Camille support sé að geta að fara að gera neitt mikið. Nei. Bara 1v1 eins og það sé bara ekkert. Það er líka komið 10.000 gullít hérna. Erum við að fara að sjá early game botlane innipina. Það er mögulegi. Hugsum að það eru, þeir þurfa eina 2 mínútur til að vinna rekordið að stiðsta leiknum hérna á streymi. Landó er að vera tekinn hættilega niður. MIQ hoppaður á að Dip-Dap. Dip-Dap reynir að taka niður, þeir ætla ekki að tapa hérna. Landó er svo lár og en Dresson hérna hamrast inn á turninum í miðjagrinn. Halldór hoppar inn, ætlar að taka niður. Retsi með Ódin er orðin hættilega lár hérna íslensku skröbb. Ekki nóg til að berga honum minna. Það er bara turret eftir turret eftir turret. Þeir eru að ná hérna smá tilbaka en það er ekki nóg. Dresson mynd í staðinn fyrir að fara með turretið á hérna botlane inni turretinu því maður þarf þannig sé ekki að taka núna strax. Við erum bara 80 minnur komin inn, ekkert stress að reyna að taka inni turret. En hann fór með midlane, tók tier 2 midlane, náði síðan meiri skaða á turret, inni turretin á midlane. Minnst það mjög sniðugt. Mjög sniðug núrkun á hérna Herald. Ég er að fara svona, já. Við erum svona að sjá þrátt fyrir að fengu smá gull, þá er gullmunurinn svolítið stór ennþá. Ég er komin vel yfir í 11.000 gullmunur. Við erum að sjá hérna 3.000 í top lane, 1.000 katti og það er Halldór rétt svo eitthvað að halda sér á lífi, hoppar á hauslaus en það er Gubbi. Þið kemur næri gegn frá hérna Gubbi Fitness. Það bara má enginn labba inn í djunglið þeirra því miður. Já. Þetta er bara djunglið hjá ATD sýnist mér. Dip-Dap núna hoppar hérna á Retsi með Ódin, reynir að ná honum. Hann er smá boppa. Eiki orðin hættilega lára, hann kemur Twitch inn.
náði samt að taka niður Odin. Við erum að sjá Hauslis kannski detta hérna niður. Hérna kemur MIQ og Lando. Gubbi Vinners hleypur undir turnin. Alveg sama hann hérna. Dresson hérna kominn á íslenskan skröp og dipped up og þetta ace. Og eru þeir kannski bara að fara að enda hérna bráðlega? Það möguleiki. Það mennskið sem taka líklegast bara innu. Haldur hérna mættur. Heldur halda ekkert áfram. Það smá riski. MIQ náttúrulega bara 1 HP leikum við. Þannig að, og hann aðalskaðin hérna myndi ég segja. Alveg klárlega. Alveg komið Death Cap úr Nassur's Tooth. Ég skil ekki okkur hann ekki komið Medjais. Það er bara næsta lista held ég hjá honum. Hann kaupir samt Needlessly Large Rod bara í staðinn. Hugsanlega til að reyna bara að klára leikinn hérna áður en hann þarf að bakka. Ég held það. Við erum að sjá hérna Atakan. Líklegast fara í hendurna hjá ATD. Það sem Taekwondo eru bara fastir í heimastöðinu sinni. Já, þeir þurfa ekki að labba í junglið þeirra. Það bara má ekki. Nei, ég meina að það er allt of hættulegt og eins og staðinu núna þá Taekwondo í svolítið miklu boppa. Það eiga svolítið erfitt með því að koma sér aftur inn í leikinn þar sem ATD eru komið með svona 14-13 gold lead. Já, og þeir líklegast að fara að reyna að bara enda hérna. Íslenski skröp hoppaðar af Gubba hérna, tekið niður, þurfti í eins og últa land og getur verið næstur. Þeir taka hérna niður Inhibitor hérna og eru að fara að sækjast. Já, þeir eru bara að fara að leitast eftir endina. Últi kemur í gegn hérna frá Red Sims Odin og Lando tekin hérna. Jesús. Og við erum að sjá hérna MIQ hérna hamrast á þeim. Og hérna Gubbi að taka niður dipped up. Halldór að reyna að halda þessum turnum lifandi. En Gubbi tekur niður sverðið og Halldór dáinn. Og þetta kannski var að vera leikur hérna. Þetta leikur hérna, sýnist mér óp. Þeir eru eitthvað að stríða þeim hérna í Bountin. En þarna leikur. 22 mínútur hérna fyrir ATD. Já, þetta var mjög fljótt. Þetta var svakalegt snowball. Bara, já, þeir unnu í rauninni, þetta var botlane wins og svo bara var þetta áfram. Já. Þannig það var svolítið erfitt fyrir Taekwondo að koma sér aftur inn í leikinn. Já, þetta var svolítið bara þeir byrjuði að missa svolítið mikið af skósveinum og byrjuði svolítið að bara allt bara kannar hrundi. Þetta var ekki mikið sem Taekwondo gæti gert. Það var smá svoleiðis. Hver myndið þú segja vera MVP í þessum leik? Ég verð að segja Miku. Ég var svona velta fyrir svolítið eins og í síðasta leik. Þetta var svona, þetta junglerinn þetta ADC-in? Menn Dresson spilaði mjög vel. Bara almennt map control hjá honum var mjög gott. Já. Og objective taking og allt svoleiðis. MIQ samt stóð sig rosalega vel og það bara, hann snowballaði sig sjálfan eiginlega. Af því hann var svo oft bara einn í lane, fekk þessi 2 solo kills alveg sjálfur. Þannig mér langar að gefa MIQ líka MVP. Já, svo við getum sagt það allavega MIQ. Hann átti svo skemmtilegan leik, hann bara draf svo margundi turni. Þetta leiðilegt að vera á móti svona AP Twitch. Þú getur ekki hreyft þig og þegar þú ert komin úr 2-5 hjá honum þá kemur exhaust á þig og það er ekkert sem þú getur gert. En þetta var svolítið öðruvísi leikur heldur en við sáum. Já, hinn leikur var svolítið svona hægari þótt að Whisky voru eiginlega alltaf með lítið. Já. Þessi leikur ATD var alltaf með lítið en þeir svona snowballaði miklu hraðar. Já. Voru svo sem með smávist þannig komp og líka bara, mér finnst þeir vera með svona aggressívari playera. Þannig, já, þetta var bara, við erum með 2 ADC MVPs núna. Já, þannig, já. Og þetta hérna núna ennþá, ég veit ekki hvernig Whisky leikurinn fór núna næsti en þeir voru allavega og eru líklegast ennþá núna í fyrsta sæti þar sem við tókum út jötun hérna. Já. Og eru á toppnum ennþá. En ég held að við ætlum að segja þetta núna í kvöld. Takk kærlega fyrir að horfa og endilega komið og horfið næsta miðvikudag þegar við hendum í enn skemmtilegri leiki. Og takk fyrir kvöld.